Mínar síður veita almenningi aðgang að eigin sjúkraskrá og til þess að skrá sig inn á mínar síður verður að nota rafræn skilríki. Ástæðan fyrir því að eingöngu er hægt að nota rafræn skilríki við innskráninguna er sú að aðferð þessi er sú eina sem stenst öryggiskröfur meðhöndlun sjúkraskrárgagna. Þegar þú kemur inn á mínar síður opnast heimasvæðið. Á heimasvæðinu sérðu tímabókanir sem framundan eru, lyfseðla sem að renna út, tilkynningar skilaboð og spurningalista, persónuupplýsingar, ofnæmisupplýsingar og heilsugæsluna þína. Mikilvægt að byrja á því að fara í stillingar strax og komið inn á vefinn í fyrsta sinn. Hægt að nálgast stillingar á 3 stöðum. Fyrir neðan persónuupplýsingar, fyrir neðan heilbrigðisstofnun og heimilislækni og hægra megin við nafnið þitt. Settu inn farsímanúmer og eða tölvupóstfang svo hægt sé að senda þér svör, til dæmis vegna beiðni lyfjaendurnýjun. Þú getur líka sett inn mynd af þér í stillingum. Í örinni hægra megin við nafnið er hægt að skipta yfir á börn sem eru með sama fjölskyldunúmer í þjóðskrá og foreldri og eru undir 16 ára aldri. Þegar skipt yfir á börn er hægt að gera allt það sama og er hægt að gera á eigin síðum heilsuveru. Í valmyndinni Heilsan mín getur þú skráð eigin lífsmörk, blóðþrýsting, hæð og þyngd, blóðsykur og hita og skoðað yfirlit yfir það sem þú hefur skráð. Í valmyndinni Lyfseðlar sérðu lista yfir öll þín lyf sem eru á lyfseðlagátt landlæknis og eru tilbúin til úttektar í næsta apóteki. Lyfjasagan sýnir aftur á móti lyf sem hafa verið afgreidd síðustu 3 árin. Ef kona á virka meðgöngu getur hún skoðað yfirlit meðgöngu, upplýsingar úr skoðunum, yfirlit mælinga og skjöl eins og til dæmis ómskoðanir. Listi yfir þær bólusetningar og bóluefni sem þú hefur fengið á hverjum tíma birtast undir valmyndinni bólusetningar. Í samskiptum birtast upplýsingar öll samskipti við heilbrigðisstarfsmenn í tímaröð, meðal annars yfirlit beiðnir lyfjaendurnýjanir sem þú hefur sent og svör við beiðnum lyfjaendurnýjun. Í tímabókunum birtist listi yfir þær tímabókanir sem þú átt á þínum heilbrigðisstofnunum og hér getur þú bókað tíma hjá þinni heilsugæslu eða hjá sérgreinalækni. Við urðum öll sjálfkrafa líffæragjafar með breyttum lögum sem tóku gildi 1. janúar 2019. Ef þú vilt ekki heimila líffæragjöf, getur þú skráð það hér. Sjáir þú hreyfiseðla á heilsuveru, þá merkir það að þú sért í samstarfi við hreyfistjóra á þinni heilsugæslu og með virka hreyfiáætlun. Ef heilbrigðisstarfsmaður hefur sent til þín spurningalista, þá birtast þeir í valmyndinni spurningalistar og þú getur svarað þeim hér. Undir sjúkraskrá sjást upplýsingar heilsugæsluna þína ásamt þeim persónuupplýsingum sem heilsugæslan hefur skráð þig. Undir valmyndinni er einnig hægt að skoða fleiri upplýsingar úr sjúkraskrá eins og til dæmis komur, innlagnir og samtengingar. Ef heilsugæsluskráningar hjá þér eru rangar, þá þarftu að hafa samband við þær heilsugæslur sem við á og óska eftir lagfæringu á skráningu. Í horninu niðri hægra megin er hjálpin og þegar smellt á hjálp, þá opnast gluggi með leiðbeiningum notkun vefsins. Neðst í valmyndinni er útskrá og smellir þú þar til þess að skrá þig út úr mínum síðum. Þú getur einnig skráð þig út í örinni hægra megin við nafnið þitt. Ef þú gleymir að skrá þig út, þá skráist þú sjálfkrafa út eftir 30 mínútur. Ef þú hefur áhuga á nánari kynningu á mínum síðum, getur þú skoðað fleiri myndbönd og fjalla myndböndin heilsuna mína, lyfseðla, meðgönguna, bólusetningar, samskipti, tímabókanir, líffæragjöf, sjúkraskrá, hreyfiseðla og spurningalista.